Tryggvason verði stjórnarformaður. Það er eina tillagan sem hefur borist kjörin án atkvæðagreiðslu. Jafnframt er lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir verði varaformaður og ekki hafa borist aðrar tillögur og er það jafnframt samþykkt án atkvæðagreiðslu. Þá er komið að því að óska eftir afbrigðum. Forseti óskar eftir afbrigðum til þess að taka á dagskrá kosningu í velferðarráð auk kosningar formanns. Það láðist að setja það á dagskrá, þeir sem samþykkja að taka það á dagskrá gjöfumerki. Það er samþykkt. Þá er lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki sæti Bjarkar Vilhelmsdóttur í velferðarráði og Jódís Bjarnadóttir taki sæti Heiðu sem varamanns. Jafnframt er lagt til að Ilmur Kristjánsdóttir verði kjörin formaður velferðarráðs. Þau sem samþykkja þetta gjöfumerki. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, okkur hér langar til þess að samgleðjast hér á opinberum vettvangi þeim sem að nú taka sæti í velferðarráði. Borgarfulltrúarnir Ilmur Kristjánsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir eru lukkunnar pamfílar, eins og allir hinir sem að sitja við skemmtilegasta borðið í brúðkaupinu, en það er almennt talið að velferðarráð sé skemmtilegasta borðið fyrir ykkur sem ekki hafa setið í velferðarráði. En það er þess vegna einmitt að það eru ekki allir borgarfulltrúar sem að hafa setið í velferðarráði og mér langaði til þess að nota þetta tækifæri hér til að deila með ykkur hversu gott og gefandi það starf er. Okkur varðar líf og velsæld fólks á öllum aldri, hvernig þjónusta er veitt á heimilum borgarbúa sem búa við skerðingar vegna sjúkdóma, öldrunar eða fötlunar og við fjöllum og ákveðum hvernig við styðjum börn og ungmenni frá vöggu til fullorðinsára og hvernig við mætum þeim sem að þurfa samfélagslegan stuðning í lífi sínu, fjárhagslega, persónulega og eða félagslega. Viðfangsefnin eru margvísleg og ótrúlega fjölbreytt vegna þess að borgarbúar eru alls konar. Þarfinnar breytast eftir aðstæðum fólks sem eru síbreytilegar og einnig breytast straumar og stefnur í samfélaginu. Þannig að það er ekkert eins frá ári til árs. Í þessa fallega dúkku sem að kemur úr Gylfaflöt sem að er dagþjónusta og listsmiðja fatlaðs fólks í Grafarvogi. Ég fékk hana síðastliðinn föstudag í svona kveðjupartíi sem að velferðarsvið hélt að morgni föstudags. Og þá bara ákvað ég að sýna ykkur hana því að mér finnst hún vera tákngervingur þess hvað það er gaman í velferðarmálunum. Og ég vona að það séu allir sammála mér það hversu samfélagið okkar væri fátækt ef ekki væru einhverjir sem hefðu svona sýn á mannfólkið eins og þessi dúkka ber með sér. Og hún segir mér líka hver dýrmætur fjölbreytileikinn er í öllum sínum litum og afbrigðum. Og ég er alveg viss það að ég mun alltaf að hún er svona fjölbreytileg og falleg vegna þess að við sem að búum í borginni erum svona fjölbreytt og falleg. En það þarf ekki að þakka okkur sem störfum í velferðarráði, þakkirnar felast í gleðinni við því að vinna með fólki af öllum stærðum og gerðum. Eftir 13 ár er ég ekki búin að fá nóg en ákveð að hætta til að minnka við mig vinnu og huga meira að eigin velferð. Þá er einstaklega auðvelt að hætta núna þegar svona flottar konur eins og borgarfulltrúarnir Ilmur Kristjánsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir taka við. Svo er einstakt mannval hér í ráðinu. Hér í salnum er Magnús Már Guðmundsson og einnig var hér fyrir í dag Elín Oddný Sigurðardóttir varaformaður sem hefur sýnt sig heldur betur standa sig vel í því hlutverki og getur starfað við erfiðustu aðstæður, til dæmis þegar ferðaþjónusta fatlaðs fólks er innleidd. Þá í ráðinu Greta Björg Egilsdóttir, Börkur Gunnarsson og Áslaug Friðriksdóttir. Við Áslaug höfum lengi starfað saman að velferðarmálum og vil ég þakka henni sérstaklega samstarfið hér á þessum vettvangi. Þá höfum við einstaklega skemmtilegan og litríkan áheyrnarfulltrúa frá Pírötum sem er Kristín Elva Guðnadóttir og hefur hún algjörlega komið með nýja vídd inn í velferðarráð. En það fáum við að vita sem að erum í velferðarráði. Þið hinn bara vitið ekki það leyndarmál. En takk borgarstjórn fyrir að hafa kosið mig svona oft í velferðarráð og ég samgleðst innilega þeim sem að nú fá tækifæri
Ég ætla ekki að afhenda þessa dúkku því ég ætla að eiga hana til minningar. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu og það örlar á því að forseti klökkni aðeins. En hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Ágæti forseti, kæri borgarstjórn, það mjög óvenjulegt að maður taki mikið til máls þegar verið að skipta út í nefndum og ráðum, en það ekki laust við að mér finnst að vera nokkuð tímamót þegar Björk Vilhelmsdóttir stígur út úr velferðarmálunum eftir 13 ár. Og það þarf auðvitað að fletta því upp eins og öðru, en ég veit ekki hversu margir borgarfulltrúar hafa setið samfellt í velferðarráði eins og Björk. Allavega hef ég notið samfylgdarinnar og ég veit ég tala fyrir munnmarga þegar ég þakka henni fyrir hennar störf þar. Ég ætla að trúa ykkur fyrir hérna leyndamáli, því að það var nefnilega eldskýrt. Við byrjuðum saman í pólitík á sama tíma og þá fer maður svona á vinnustað og svolítið óöruggur og mikið verið að skjóta, sko. Það var hérna, þið vitið ekki neitt okkur sem hafa setið í fangelsi. Þið hafi aldrei kynnst lífinu. Þá var mammi Björk og gæti sagt, já, Björk hefur reyndar unnið sem fangavörður. Já, nei, ég meina að þið vitið ekki neitt landbúnaðinn og það sem að fólk hefur unnið við. Já, Björk hefur reyndar verið svínahirðir. Nei, ég meina sjávarútveg, þið hefur aldrei verið á sjó. Jú, Björk, hún var einmitt kokkur á sjó og svo bjó hún líka á verbúð. Já, nei, ég að meina fólk sem hefur verið alvöru utangars og hefur verið rekið úr skóla eða verið á grunnskólaaldri. Vissið þú að Björk var rekin úr grunnskólanum á Blönduósi fyrir að reykja í tímum þegar hún var 14 ára. Og þannig var það eiginlega bara við allar kringumstæður. Það var alveg sama hvað það var, að þá gat maður alltaf telt fram ekki eigin reynslu heldur reynslu Bjarkar af mannlífinu. Og það held ég að við gert hana að svona heilsteyptum og heiðarlegum velferðarstjórnmálamanni sem ekki bara með hjarta á réttum stað og kann allar reglurnar og auðvitað með faglega reynslu sem félagsráðgjafi, heldur hefur predika fyrir okkur hinum margoft í þessu og vonandi ekki hætt því að gildi góð stjórnmálamanns felst oft í því að kunna segja nei. Það kallar hún tough love og gengur út á það sem stundum hefur skapað henni ákveðnar óvinsældir í viðtölunum sem formaður velferðarráðs þarf að taka, því að hún hefur oft en ekki sent fólk aftur út í lífið með þau skilaboð að það þurfa að fara að gera eitthvað í sínum málum. Og ég held að sé bara vandfundnir strangheiðarlegir og heilsteyptir stjórnmálamenn sem við þurfum á að halda og ég vona að við hin höfum öll lært af þínum predikunum velferðarmál og önnur mál og ég segi takk fyrir mína hönd og borgarina fyrir þína frábæru frammistöðu í velferðarmálum í 13 ár. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og við höfum kosið í velferðarráð. Við göngum þá til 13. liðar sem kosning í hverfisráð Hlíða.